Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag og velkomin í loftsalinn. Í dag ætlum við að vera með svolítið svona jólaguðþjónustu og verið mikið sungið og verið tónlistaratriði og svona lestrar inn á milli. Og ef ekki að hefja stundina á bæn. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir þennan dag, þakka þér fyrir hvíldardaginn og þakka þér fyrir að við getum komið saman til að lofa þig. Ég bið Drottinn að þú mættir vera með okkur á þessari stund á sérstakan hátt og að þetta mætti vera okkur til blessunar og hvetjandi fyrir vikuna. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Þá ætla ég að byrja að lesa og svo syngjum við sálm. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki að holds vild né manns vilja, heldur af Guði fæddir. Og orðið varð hold, hann bjó með oss, fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes 1:1-5 og 9-14. Nafn hans mun vera Immanuel, Guð með oss. Birtu leggur af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. Frá eilíð var Drottinn Jesús Kristur eitt með föðurnum. Hann var ímynd Guðs, ímynd mikilleika hans og hátignar. Ljómi dýrðar hans. Hann var í heiminn borinn til þess að opinbera þessa dýrð. Hann kom í þennan syndum myrkvaða heim til að opinbera ljós Guðs kærleika, til að vera Guð með oss. Þess vegna var hann spáð, nafn hans mun vera Immanuel. Þá ætlum við að syngja sálm nr. 92 frá Ljósanna Hásal. ætlar Freyja að lesa fyrir okkur næsta lestur.
Komu frelsarans var spáð í Eden. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrir heitið væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þeir sem fyrstir fengu það dóu án þess að sjá hana. Allt frá dögum Enóks var fyrirheitið endurtekið fyrir mun ættfeðra og spámanna og hélt það við voninni komu hans en þá kom hann ekki. Spádómur Daníels tiltók komutíma hans en ekki túlkuðu allir boðskapinn rétt. Aldir liðu. Raddir spámannanna þögnuðu. Hönd kúgarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðubúnir að segja tíminn dregst og allir vitranir reynast marklausar. En í áformum Guðs þekkist enginn flýtir og enginn sengur fremur en hjá stjörnunum á óravíðum brautum sínum. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheit hafði tiltekið, fóru allar hersveitir drottins út af Egyptalandi. Á sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundir fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla klukka tímans benti á þá stund fæddist Jesús í Betlehem. Þá ætlum við að syngja sálm númer 113, Þú borgin litla Betlehem. ætlum við að vera með tónlistaratriði. Börnin ætla að koma hérna fram
Og býttu nú við, ætluðu þau að syngja fyrsta erindið eða öll erindin í þessu? Já, þau ætla að syngja fyrsta og ætlum við svo öll að syngja restina saman. Já, ok, þau ætla að syngja hérna frammi og við ætlum öll að syngja með þeim Bjartir yfir Betlehem. Nei, jú. Já, það er engin texti á glærunni en við kunnum þetta nú flest, en það ekki? Ætlar Þóra Lilja að vera með barnasögu? Já. Halló. Já. Gleðilegan hvíldardag. Nú er bara alveg að fara að koma jól. Og sjáu hvað ég kom með. Ég kom bara með eitt pakka, ég skal segja ykkur. Er einhver sem vill hjálpa mér að opna? Já. Það? Getur þú hjálpa mér? Já, komið þið. Það er rosa gott að fá 2 hérna til að aðsta mig. Við erum aðeins að opna þetta hérna. Veitu, hvað er þetta? Ég held ég sé kannski að fá skó. Ég fekk kassa. Ég fekk kassa og ný. Þetta er kassi? Já. Sjáu þið, krakkar? Heyrðu, bíddu. Nei, heyrðu, það er kengur á þessu. Jæja. Takk fyrir hjálpin. Svo opnum. Nei, er það mynd?
Það mynda strák í pakkanum. Það rosalega mörgum. Sko ekki alveg þeir sem eru litlir, eins og Eva Sóley, litla frænka mín. Henni finnst örugglega jólapappirinn flottastur. En svo allir hinir, okkur öllum hinum, og okkur finnst svolítið gaman að fá gjafir, það ekki? Á jólunum. Rétt upp henn sem finnst gaman að fá gjafir á jólunum. Er það? Já, mér líka. Heyrðu, já, ekki, ég ætla að sýna á eftir. Okay. Ég ætla fyrst nefnilega að segja ykkur frá þessum strák. Að því í Biblíunni svolítið áhugavert sem að stendur í postulasögunni. Það stendur, að því við vitum að það gaman að fá eitthvað, en það stendur að það sé betra. Hvað stendur? Veistu það? Veistu það? Betra að gefa? Já, sælla að gefa en að þiggja. Það stundum betra og það gleður mann meira þegar maður gefur eitthvað. Og ég ætla að segja ykkur sögu, ég ætla að láta þessa mynd ganga hérna. Þetta strákur, hann heitir Ryan. Hann ekki lengur strákur. Hann bara, já, einhvers staðar jafngað mér, sko. En þetta hann þegar hann var 6 ára. Þetta hann Ryan. Hann nefnilega var 6 ára, sumir uppgötva þetta aldrei. Þeir bara finnst gaman að fá gjafir sem það En þeir uppgötva aldrei gleðinni að gefa. En Ryan, hann uppgötva, það ekki? En finnst ég gaman að gefa gjafir? Líka, það frábært. Froskin góður og líka nammi góð. Já, á ég að segja ykkur svolítið. Þegar Ryan var eins og í skólanum, þá var kennarinn hans að tala alls konar. Hann var að segja, við eigum heim í Kanada, og því að Ryan átti heim í Kanada, en það eru til sko 197 sjálfstæðaríki og hann var að segja að það var svo mikið. Heimurinn fullur af fólki sem lifir á alls konar stöðum í heiminu og hefur það líka misgott. Og hann fór að segja hann frá fólki í Afríku þar sem krakkarnir leggja svo mikið á sig til að vera í skóla. Það nefnilega, og kennar fór að segja, það eru verk barnanna þegar þau eru orðin bara svona 9 og 10 ára að fara að sækja vatn. Og þau get ekki farið í skólan fyrir hann búin að ná í vatn fyrir fjölskylduna sína. Og ef það langt að ná í vatnið, þá þurfum við stundum að vakna bara klukkan 2 á nóttunni til þess að sækja vatnið og koma með það og fara svo í skólan til að ná í skólan klukkan 8. Hún fór að segja Ryan frá þessum strák. Og meira að segja, þó þið fara alla þess að lega ná vatnið, þá vatnið stundum bara ekki gott. Og Ryan sat þarna og hann var 6 ára og hann sagði, herðu, kennari, ég með spurningu. Já, hvað segirðu, Ryan? En hvað kostar að fá brunn fyrir þetta fólk? Og kennarinn eiginlega vissi það ekki, en hún hafði lesið einhvers staðar að það kostar svona $70, sem svolítið mikið peningur, fyrir 6 ára. En hún sagði, ég held að kosti $70, Ryan. Og Ryan fór heim og hann sagði við mömmu, herru, ég þarf að safna hérna $70. Þessi strauður, hann sagði $70 og mamma sagði, já, hvernig ætlar að gera það? Ég ætla að reyna að vinna bara og safna mér einn pening. Er eitthvað sem þér vantar að gera? Jú, heyrðu, mér vantar einmitt að láta Ríksu hérna. Ég skal gefa þér hérna $2 fyrir það. Og Ryan fór að vinna ekstra mikið að reyna á ég að moka snjó fyrir þig. Vitið hvað hann var lengi að safna $70? Getur einhver giskað? Mánuð, aðeins lengur, en það var samt svolítið nálega, það mánuður. Hann var 4 mánuði. Hann var 4 mánuði að safna, samt ekki svo langur tíma, þú fær bara $1 eða $2 fyrir hvern tíma, af því hann var svo duglegur. Og svo fór hann með mömmu sinni að ætla að kaupa brunn. Og þá kom svolítið vesen.
Af því að brunnurinn, hann kostaði ekkert $70. Hann kostaði $2.000. Þetta var bara pumpan til að pumpa. Hún kostaði $70. Og hvað hefðu þið gert ef þið hefur verið Ryan? Og fullorðna fólk? Hefði einhver gefist upp núna? Nei, gott hjá þér. Við höfum sko ekki gefist upp. Og Ryan fór að, hann hugsa, hvað get ég gert? En bræður hans tveir, þessu, heyrðu við skulum hjálpa þér, þá erum við fljótar að safna sko. Af því að 3 eru fljótar að safna en 1, eða ekki? Nei, það var sko engin reiður hana. Og veistu, meira að segja nágrannarnir, þessu, heyrðu, eru þið strákanir sem eru að safna fyrir brunni? Mér vantar innum mitt að láta raka laufblöðin hjá mér. Og svo var annar nágranni sem vantaði voða mikið að láta sópa hjá sér. Og þannig söfnir. Og þá fór allt hiltfótur og segja, hvað eru þessi strákar alltaf að gera? Já, þeir langar svo að gefa brunn. Og svo fór skólinn að hjálpa þeim. Og þau fóru að safna pening og það leið 1 ár þangað til voru búin að safna fyrir brunn í Afríku. Og fyrsti sem fengu brunn frá Ryan, sem var þá 7 ára. Já, þú veist með, sýndu krökkunum mynda. Sjáðu, þá var hann 7 ára. Allt í lagi. Og bræðrum hans og öllum hérna í samfélaginu var lítill skóli í norður Úganda. Og síðan þá voru allir að hugsa, hvernig það nú að hafa nýja brunnin? Og kennarinn sagði, eigum við ekki að skrifa krökkunum sem fari í þennan skóla? Jú, við skulum gera það, við skulum skrifa þeim. Og þannig eignaðist hann Ryan pennavinn þegar þið voru alltaf að skrifast á, alvöru bréf. Og hann hét Jimmy og Jimmy sagði, Ryan, ég er svo ánægð með nýja brunnin, nú þarf ég ekki lengur að fara á miðnætti. Hann fór alltaf klukkan 12 að sækja vatn á nóttinni sem hann kemist í skólan. Og veistu hvað, líka amma mín sem var alltaf svo lasin í maganum, hún er bara hætt að vera lasin. Og veitir hvað hann gerði þá? Hann var ekkert hættur. Hann sagði mömmu sinni og pappa, mér langar rosalega að fara til Úganda hérna og heimsækja Jimmy og alla í skólanum. Hvað haldið að mamma hans og pappi hefur gert? Þau hafðu tækifæri til þess og þau fóru til Úganda. Og þegar hann kom þangað, þá áttuðu sig ekki á því að það voru bara allir ótrúlega mikið af fólki við veginn. Og hann sagði, voðalega heima margir hér í þessu litla þorpi. Nei, það er ekki heima margir hér í þessu litla þorpi. Þeir eru bara allir út á götu að bjóða þig velkomin. Og ég er að segja ykkur þessa sögu að því að þessi strákur, hann var 6 ára þegar hann lærði að það er sælla að gefa en þiggja. Við fáum gjöf Jesú Krist og við fögnum því á jólunum og okkur finnst gaman að fá gjafir og það er allt í lagi. En það er líka dásanlegt að gefa gjafir og hugsa, heyrðu, hvernig get ég glatt einhvern annan? Þarna er einhver leiður, ég ætla að tala við hann, ég ætla að faðma hann. Það er kærleiksgjöf. Þarna er einhver sem á ekki mat. Á ég pening? Get ég að hjálpa honum? Öllu krakkar, þið getið gert. Þessi maður, hann er núna, eins og ég, og hann er ennþá að vinna. Og 1 milljón manns eru búin að fá vatn út af samtöku sem hann stofnaði. 1 milljón manns. Af því það er sælla að gefa en þiggja. Og ég ætla að biðja ykkur að æfa ykkur í því. Biðja hans. Heyrðu, ég er með eina jólagjöf sem ég fekk í fyrra frá Brasilíu. Já, hérna hún er það til að fela hitt, sko. Heyrðu, sjáu þið. Allir krakkar hérna inni og líka fullorðnir sem vilja gleðja einhvern annan jólin geta núna valið hérna bók til þess að gefa einhverjum og hún fjallar það er aðeins öðru segjan, flestar eru miskunnsami samverðin sem segir okkur hvað það er rosalega mikilvægt að sjá
þá sem eru í kringum okkur, sem náunga okkar og hjálpa stað. Og hver tilbúin, hver vill gefa jólin? Einhver hérna sem vill kíkja og gefa? Tísa, fyndi einhvern rosalega sem langar að gefa. Já, farðu með hana og gefðu einhverju vini. Eða vinkonu. Sjáu þið. Ég vil eiga svona. Já. Hafið þið einhvern að hugsa, eru með einhvern í huga? Svona. Já. Ég ætla að setja svo hérna kassan fram á eftir ef einhver vill gefa. Því að það sælla að gefa en að þiggja. Takk fyrir, krakkar. Takk fyrir fallega sögu. Við ætlum núna að taka upp gjafir og Salómea ætlar að spila fyrir okkur og meðan. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir þessar gjafir, þakka þér fyrir þær gjafir sem þú gefur okkur og ég bið þig að þú blessir þessar gjafir og mætti margfalda þær fyrir þitt starf. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Þá ætlar Aldís að lesa fyrir okkur. Á völlunum, þar sem Davíð gætti hjarðar sinnar, voru enn fjárhirðar nótt að gæta sauða sinna. Í næturkyrrðinni voru þeir að tala saman fyrirheitna frelsara og þeir báðu til Guðs að konungurinn kæmi í hásæti Davíðs. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Þá ætlum við að syngja sálm númer 89, Englakór frá himnahöll.
núna ætlar Jónatan Siggi að vera með tónlistaratriði fyrir okkur. Takk fyrir. Og nú ætlar Íris að lesa fyrir okkur. Með því að koma og dvelja meðal okkar skildi Jesús opinbera Guð bæði mönnum og englum. Hann var orð Guðs, hugsun Guðs gerð heyranleg. Í bæn sinni fyrir lærisveinum segir hann: Ég kunngjörð þeim nafn þitt, miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég í þeim. En þessi opinberun var ekki eingöngu gefin jarðneskum börnum hans. Okkar litli heimur kennslubók alheimsins. Hið dásamlega náðar áform Guðs, leyndardómur hins endurleysandi kærleika stefið sem englana fýsir að skyggnast inn í, og það verður námsefni þeirra eilífar tíðir. Bæði endurleystar og ófallnar verur munu finna í krossi Krists vísindi sín og söng. Í ljós mun koma að dýrðin sem skín frá ásjónu Jesú dýrð sjálfsfórnandi kærleika. Í ljósinu frá Golgata mun sjást að lögmál óeigingjars kærleika lögmál lífsins fyrir himinn og jörð. Að kærleikur sem leitar ekki síns eigin á upptök í hjarta Guðs. Og að í hinum auðmjúka og lítilláta birtis hugarfar hans sem býr í ljósi sem enginn fær til komist. Já, þá ætlum við Ester að vera með tónlistaratriði.
ætlar Ardís að lesa fyrir okkur. Þá var í Jerúsalem maður Símeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og vænti huggunar Ísraels og yfir honum var heilagur andi. Honum hafði heilagur andi vitrað að hann skyldi ekki dauðan sjá fyrir en hann hefði séð Krist drottins. Hann kom að tilbaðan andans í helgidóminn og ef foreldrarnir færðu þangað sveininn Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Símeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undrust það sagt var hann. En Símeon blessaði þau og sagði við Maríu móður hans: Þessi sveinn settur til fals og til viðreisnar mörgum í Ísrael og til tákn sem móti verðum allt. Og sjálf munt þú sverð nýst í sálu þinni, þannig munu hugsanar margra hjartna verða augljósar. Lúkas 2, 25-35. María hugleiddi hinn víðferma og afdrifaríka spádóm Símeons, meðan hún virti fyrir sér barnið í örmum sínum og rifjaði upp fyrir sér orð fjárhirðanna í Betlehem. Fylltist hún þakklátum fagnuði og björtum vonum. Orð Símeons myndu hana á hins spámannlegu orð Jesaja. Af stofni Ísai mun kvistur fram spretta og angi upp vaksa af rótum hans. Fyrir honum munu hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Réttlæti mun verða beltið lendar hans og trúfesti beltið mjaðmir hans. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guðs hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Þá ætlum við að syngja sálm númer 111, það aldin út sprungið. Thank you.
ætla Steffi að lesa fyrir okkur. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdíu á dögum Heródesar konungs komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: Hvar hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og eru komnir til að veita honum lotningu. Þegar Heródes heyrði þetta var hann selgaður og öllu Jerúsalem með honum. Og hann stemmdi saman öllum æstu prestum og fræðimönnum og spurði þá: Hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum: Í Betlehem í Júdíu, en þannig ritað hjá spámanninum: Þú, Betlehem, í landi Júða, ekki þú síst meðal hefðaborga Júða, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirði liðs minns Ísraels. Það kallaði Heródes vitringana til sín að laun og grófst eftir því hjá þeim hvenær stjarna hefði birst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og sagði: Farið og spyrjið vandlega fyrir barnið og þið finnið þá látið mig vita til þess að ég gæti einnig komið og veitt því lotningu. Þeir hlýddu á konung og fóru, og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór yfir þeim uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þá skulum við syngja Sálm 107, Ó hve dýrleg að sjá. Þá ætlar Salome að lesa fyrir okkur.
þeir vitringarnir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess féllu fram og veittu því lotningu. Síðan luku þeir upp fjárhirslum sínum og færðu því gjafir, gull, reykelsi og myrru. En þar sem þeir fengu bendingu í draumi að snúa ekki aftur til Heródesar, fóru þeir aðra leið heim í land sitt. Þá ætlum við að syngja sálm númer 103, Kóngar þrír. Og þá ætlar Vigdís að lesa fyrir okkur. Vitringarnir yfirgáfu Jerúsalem einir. Skuggar næturinnar voru að falla þeir fóru út borgarhliðið, en sér til mikils fagnaðar sáu þeir aftur stjörnuna sem leiðbeindi þeim til Betlehem. Þeim hafði ekki verið gefið neitt hugboð smæð Jesú á veraldarvísu eins og fjárhirðunum. Eftir langa ferð sína hafði áhugaleysi gyðinga valdið þeim vonbrigðum og þeir fóru frá Jerúsalem með meiri efasemd en þá þeir komu þangað.
Í Betlehem fundu þeir enga konunglega varðsveit til að gæta nýfædda konungs. Engir virðingamanna heimsins voru nærstættir. Jesús hvíldi í jötu. Foreldrar hans, ómennta bændafólk, gættu hans einir. Gæti þetta verið sá sem hafði verið ritað að hann skyldi endurreisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá varðist hafa af Ísrael og hann ætti að verða hjálpræði til endimarka jarðarinnar? Heyrðu, býttu, þú ert að lesa þetta líka. Já, höldum aðeins áfram. Barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Guð hefur tekið á sig mannlegt eðli í persónu sonar síns og hefur flutt það í himinhæðir. Það mannssonurinn sem meðeigandi að veldisstóli alheimsins. Það mannssonurinn sem nefndur mun verða undraráðgjafi, Guðhetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Ég er meðalgangari milli Guðs og manns og leggur hendur yfir báða. Hann sem heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum, telur sér eigi vanvirðu að kalla okkur bræður. Í Kristi fjölskyldan á himnum og samfélagið á jörðu hvort öðru bundið. Kristur, sem gerður dýrlegur, bróðir okkar. Himinin innlugtur í mannkyninu og mannkynið umlugt í barmi hins takmarkalausa kærleika. Guð segir líð sinn, þeir gimsteinar í höfuð djásni sem gnæfa glitrandi á landi sínu. Já, hversu mikil gæði þess og hversu dýrleg fegur þess. Þá ætlum við að syngja Sálm 93, Friður, friður, frelsarans. Amen.
ætlar Ósi að vera með blessun og bæn fyrir okkur. Dear Heavenly Father, which art in heaven, Kæri himneski Faðir sem ert á himnum, we say thanks for Jesus. við þökkum þér fyrir Jesús. He came and was fight here in Bethlehem Hann kom hingað í Betlehem because he was thinking of each one of us. af því að hann var að hugsa hvert og eitt okkar. And he gave his life for each one of Og us. hann gaf líf sitt okkur. Thank you, Lord, Þakka þér drottinn. because every year we have this time to celebrate his birth. Því núna á hverju ári höfum við tíma sem við fögnum fæðingu hans. And we say thanks. Og við þakkum. And we are waiting for him to come and take us home with him. Og við býðum eftir að hann komi aftur til að taka okkur heim. We pray in Jesus' name. Við byggjum í Amen. Jesu nafni. Amen. Og að lokum ætlum við að syngja Heimsum ból. Átt að vera eitthvað hér. Já, það er víst kór, er það ekki? Þannig að þið megi endilega koma hérna fram. Er það ekki? Jú. Kemur fram. Já, Heimsum ból. Já, er það ekki? En við ætlum að biðja ykkur endilega um að syngja samt með. Við erum bara hérna til að leiða söngin. Þannig að við ætlum öll að syngja saman Heimsum ból og það verður hérna á glærunu. Textin. Amen.
Ég sé hérna auglýsing